Við erum að heyra fréttir eins og við heyrðum hérna í fréttum í dag að menn eru að selja hugvit úr landi og mikið talað það en stundum minna gert. Okkar gestur í kvöld, hann hins vegar fer með heilu skiparsmíðastöðvarnar í skjalatöskunni og alla leið til Íran, nýkominn þaðan. Jón Sveinsson í Stálvík er gestur okkar í kvöld. Jón Sveinsson, voruður ekki dálítið hissa þarna í Íran þegar þú komst alla leið frá Íslandi og sagðir, já, ég get byggt fyrir ykkur skiparsmíðastöðvar, þó að gangi ekki á Íslandi? Ég held þeir hafa náttúrulega hissa því að þeir buðu mér út. Já. Ég var svolítið hissa. Þú varst hissa? Þegar mér var boðið út, já. Og ég einnig hef orðið aftur og aftur hissa á því raunverulega hvað góður orðrómur var víða komin út Stálvík. Já. Það ekkert annað en á því sem að ég hef náð ágætum verkefnum, fyrst í Danmörku. Ég var líka kallaður þangað, bara það leyti sem að Stálvík hrundi. Og síðan var ég dálítið hissa þegar ég var kallaður til Íran. Alla leið til Íran? Já, þá var ég staddur í London og að hugsa allt aðra hluti. Þá fekk ég boð að heiman í gegnum telex að ég var beðinn að koma innan fara klukkutíma til Íran og það gerði ég. Það var í janúar síðastliðinn. Þá var ég þar í hálfa mánuð. Síðan hef ég verið í samband við það og síðan var mér boðið aftur út núna fyrir 3 vikum. En það nú ekki dálítið skrítið að Stálvík, hún getur ekki gengið í Garðabæ, en hins vegar getur þú verið að fara út allan heim að bjóða upp á það sama, gömlu Stálvík bara, á nýjum stað. Þetta er svolítið skemmtileg spurning. Stálvík getur vel gengið í Garðabæ. Já, hún gengur ekki í Garðabæ. Og Stálvík gekk vel í Garðabæ í 27 ár. En hún gengur ekki? Rúm 20 ár. Já. Nei, þá er það bara ráðherra úrskurður að línuveiðari inn í húsi skuli ekki fá að veiða fisk. Það hefur þurft að segja það áður en að var farið að byrja að smíða skipið. En það var sagt þegar var búið að reisa skipið og ákveðið og þannig stóði 3,5 ár. Þetta var það sem eyðilagði ekki bara Stálvík heldur stöðvarnar í landinu sem núna eru algjörlega í rúst, engin skipasmíð í landinu og heildarviðhald skipaflotans í landinu komið niður í að vera innanlands ekki nema 8% í staðin fyrir að þetta vera meiri hlutin að því. Svona er nú þetta og þetta er bara pólitísk mistök. Já. Hver var þessi ráðherra? Ég vil ekki nefna nafn, það var sjávarútvegsráðherra 1983. Halldór? Ég ætla ekki að nefna það. Við flettum því. Hann var annar vinsanasti stjórnmaður á Maðurlandsins á þeim tíma. Það getur gefið þér vísbendingu. En þetta gerir sem sagt allt sett í rúst, en þetta er náttúrulega óheiminn dýrt að vera með þetta viðhald út allan heim, hlýtur að vera. Haldið betur. Og þú ert búin að reikna þetta ekki? Já, reikna. Það er Þjóðhagsstofnun sem hefur reiknað það. Hvað það er mikið sem að þarf til skipana og niðurstöður hennar eru að 4. fiskur farið til þess að greiða skipin, fiskskipin sem að fiskurinn við drá. Og þetta hefur verið sama svarið í mörg ár og þetta er engar smá tölur. Við veiðum 4 fisk og eigum bara 3 eftir. Já, og þetta er allt gert út. Einn fyrir skipin. Og þetta þýðir 300 til 400.000 tonna ári, ekki 3.000 tonna karfa eins og verið að jafnla á í sambandi við EES á móti 30.000 tonnum á lánu. Þetta þýðir að við látum á silfurdiski til skipasmíðastöðvanna erlendis 300 til 400.000. Við veiðum 12 til 17.000 tonna fiski og 4. fiskur að því það þýðir. 4. hver fiskur fyrir þetta? Já, það eru 400.000 tonn. Og við fáum enga skatta þessu. Nei. Við fáum engin útsvör handa sveitarfélagunum. Starfsmennir okkar sem voru við þetta, sumir þeirra eru í vinnu erlendis, aðrir komni hér til ríkisins og en aðrir kannski atvinnulausir í dag. Við höfum mist úr landinu með þessu, með því að leggja niður skipasmíðaiðnaðinn, þá höfum við mist úr landinu 4.000 til 5.000 störf. Því að Danir slá því föstu, þeir vitaði vel, þeir eru í dag 3. stærsta skipasmíða þjóð í heiminum, að á móti hverju einu starfi í skipaiðnaðinum skapast 4 til 5
störf úti í þjóðfélaginu. En það nú ekki að segja ráðamennum þetta, ég sá nú að Friðrik Sófusson var að ganga inn út, ég sá þú varst nú að hvísla ykkur að honum hérna þegar hann gekk út. Hvað var það? Varstu að benda honum á að hann gæti aldrei náð tökum á þessu nema að fá skipa smíða iðnaðinn inn í landið? Ég sagði við hann þetta sem ég var nú að telja upp hérna, hvað þetta væri stóra tölur og ég svolítið hissa á því að það eru fáir hagfræðingar landsins virðast hafa átt að sig á þessu. Það er þó einn sem heitir Dr. Gylfi Þór Gíslason. Hann veit þetta, alveg. Og hann gerði sér alveg grein fyrir þessu og hann vann samkvæmt því á meðan hann var ráðherra. Þetta er auðvitað það sem að menn þurfa átt að sjá. Fjórðu hver fiskur, það er ekki lítið? Nei, það er ekki lítið. Og hverju svaraði Friðrik hérna þú varst að hvísla þessu? Friðrik var nú að láta þrífa sig eftir upptökuna, en gaf nú ekki svara miklu. En þetta er náttúrulega mjög mikið alvöru mál. Já. En í staðin fyrir að vera í Garðabænum, þar sem búið að stoppa allt á þig og allt farið á hausinn, þá ert þú að flengjast út allan heim. Í Íran, hvað er þetta að gera? Ertu í beinu sambandi við klerkastjórn? Þangað fór ég til þess að ræða við menn val á skipum til þess að fara í útgerð. Og þar ræddi ég við þar samdi ég við son eins af æðstu prestunum sem voru næstir komin á sinn tíma. Hann fjall, þessi faðir Daska Hæp og eftir það svona hálfgerður eins konar dillingur. Þannig að þar er hérna við æðstu menn samið. Ég vissi þetta fyrir núna daginn að annar sem að ég var í samningu við og gerði samninga við, hjálpaði til með að velja sér skip, hann er systursson forstans. Já. Þannig að þú ert að tala við menn þarna í innsta hring. Æðstumenn, já. Og þeir skilja þetta betur heldur en þessi ráðamenn sem við vorum að tala við hérna rétt á. Ekki alltaf ég segi það. Hugsa þessi menn eins, er ekki aldrei erfitt fyrir þig úr Garðabænum, úr Stálvík að sitja allt í einu með þessum mönnum í Íran, þessum klerkum, að þeir tala náttúrulega ensku, það ekki? Jú, margir bara ágætlega, sumir mjög vel. Og hvernig hugsa þeir? Þeir hugsa nú á þessu sviði held ég nokkuð svipað að öðru leitum því að þeir eru náttúrulega mjög lítið kunnugir útgerð og þeir eiga mikla strandlengju með hérna Kaspíahafinu og þeir eiga þá ennþá meira við Persaflóan sem þar held ég séum 1860 kilometrar og fiskifræðingur sem ég hitti frá þeim telur að þeir megi veiða án þess að fá nokkuð heimildir frá öðrum í kringum 900.000 tonn á ári. Já. En það er ekki veitt held ég seinustu skýrslu sem ég sé eru eitthvað 327.000 tonn. Þannig að það er mikið eftir. Það er mikið eftir, já. Og þeir ætla sér að fara í að byggja upp flota. Já. Og vilja þá reisa svona Stálvíkur versmiður eins og í Garðabænum? Bara þarna í Íran. Út úr minni síðustu ferð kom það að það er ég beðin að aðstoða við að planleggja, skipuleggja og koma upp nokkrum skipasmíðastöðum í sunnanverðu Íran og norðanverðu. Og ertu þá að byggja skipasmíðastöður eins og við þekkjum hérna úr Stálvík þar sem það stendur allt autt nú og þú ert bara að flytja þetta yfir? Grunnurinn er því mjög svipað. Það er engin spurning því að grundvallar skipulag Stálvíkur, það var nú, ég var nýkomin til skóla þá og það er gert alveg eftir amerískum, þá nýjustu sjónarmiðum í amerísku iðnaði, það er svona beinalínu framleiðsla og það skipulag stendur ennþá til 30 árum síðar. Þannig að við erum ekki að verður það sama. Þannig að við erum ekki að fara með neinar ígjur eða fleipur þegar við segjum að Stálvík verði einfallega flutt til Íran og margfalda þar. Það má alveg segja það. Er þetta ekki dálítið sorglegt að þurfa að standa svona málum? Mér finnst það svolítið skemmtilegt öðrum þræði en það er náttúrulega ömurlegt fyrir þjóðfélagið okkar. En mér finnst náttúrulega gaman að standa í þessu, ég get ekki þetta því. Á sama hátt og ég var stoltur af því þegar Danir, sem eins og ég sagði er einn stærsta skipasmíða veldi í heiminum, þegar þeir kölluðu mig til þess að hanna björgunarskip sem að þeir smíðuðu fyrir Skota og ég fór út með mína teknifræðinga fyrirvændi 4 og við leystum það á þann hátt að skipið var afhent 10 mánuðum eftir að við komum út. Já. Fyrsta skipið. Og þetta eru þessi menn sem enginn getur notað á Íslandi og það er ekki neitt fyrir þá ekki? Nei, það hefur enginn sagt en ég tel ekki að þessi þannig sko. Menn eru jú sumir að segja menn eiga hagsmuna gæta sumir það að sé ekki skipasmíði í landinu.
og þeir segja ýmislegt, þeir geta alltaf sagt að þetta sé allt ómögulegt, en þeir sem eiga skipin sem við smíðum, þeir segja allt annað. Taliði bara við Óskar Matthíasson og Sigurðan Óskarsson í Vestmannaeyjum Þórunni og taliði bara við þá sem að stjórna Otto Þorláksson. Otto Þorláksson, það var hópverkefni sem var unnið í Stálvík að hanna hann frá grunni. Við fengum þar einn besta mann í heiminum við skipahönnun sem heitir Sigurður Ingvarsson. Það er gaman að skjóta því inn í hérna. Í dag er hann að hanna vöruflutningaskip fyrir ameríska sjóherinn. Það var gefin út samkeppni það að það var 6 aðilum í heiminum gefið tækifæri til að keppa hönnun á vöruflutningaskipi sem á að ganga 37 mílur. Og Sigurður var einn af þeim sem fekk tækifæri til þess að taka þátt í keppni og hann vann hana. Og hann hjálpaði okkur með Otto Þorláksson. Sem að segir okkur töluvert íslenskt hugvit sem er ekki hægt að nota hér á landi. Hvað heldur að þér tækist að selja klerkastjórninni í Íran margar Stálvíkurverksmiðjur? Nokkrar. Nokkrar? Já, nokkrar. Og skip? Þau verða smíðu þar. Þau verða smíðu þar. Er þetta eitthvað sem að við höfum getað smíðað fyrir þá, ef að þú hefði fengið að vera í friði í Garðabæ? Það er svolítið erfitt að fullyrða það. Það er svolítið erfitt. Við gerðum samninga við þá smíð á 10 skipum. Það var gekk mjög sílalega að ganga frá okkar málum hérna heima og úr því varð ekki neitt. Ég veit ekki hvað kynni hafa orðið, við höfum tekið vel á málunni, það er erfitt að fullyrða það. En við náðum allega samningi 14 togara. Jón Sveinsson, að meðan að þú blómstrar þarna hjá klerkastjórninni í Íran, sérðu eitthvað fram á það bráðum að þú getur farið að koma heim og kannski að lyfta ykkur upp hérna með þessari starfsemi sem eru svona mikli peningar í fjórði hver fiskur maður? Já, fjórði hver fiskur, akkurat. Umhverfið skipaiðnaðinn í landinu, það verður að koma því í lag. Það þýðir ekkert að vera að setja 100 milljónir þetta árið og 80 eða 50 hitt í hina eða aðrar skipasmíðastöður. Það er nákvæmlega sama eins og utanríkisráðherra hafði orðan daginn, það er eitthvað svipað því að pissa í skósinn. Það er eða að setja vatn í hripp. Það þýðir ekki neitt. Það er að laga umhverfið, það er ekkert í lagi og á meðan að það er ekki í lagi þá þýðir þetta hugsun þetta. Það er betra að vera í Íran. Sko það verða allir að vera samtaka, þetta er mjög flókinn iðnaður og það tekur langan tíma að koma honum í hérna gott horf og byggja hann upp. Mennirnir sem voru í þessu, þeir eru horfnir í annað, sumir hér út í hérna atvinnulífið og aðrir jafnvel úr landi og það tekur tíma að byggja þetta battur en það verður aldrei ráðið við það, ekki í náinni framtíð ráðið við það að stjórna peningamálum landsins almennilega eða afkomu landsmanna á meðan hirða ekki svona stóra þætti eins og þetta er. Það er alveg hérna vindur. Segir Jón Sveinsson, kendur við Stálvík sem var gestur okkar í kvöld, hann bent okkur nú á að fjórði hver fiskur sem við drögum úr sjó hann fer í skipasmíðar út í heimi og við fáum ekki neitt í staðinn. Þetta er stór mál en hann blómstrar í Íran hann fáum skipið, segir Jón. Við verðum hérna aftur annað kvöld á sama tíma, verðið sæl.